Kúrdi búsettur hér á landi hefur fengið upplýsingar sem renna stoðum undir fréttir af því að Haukur Hilmarsson hafi fallið í loftárásum Tyrkja á búðir Kúrda í Afrín í Sýrlandi. Móðir Hauks hefur biðlað til allra þeirra sem kunna hafa upplýsingar ferðir hans undanfarið ár að koma þeim upplýsingum til sín. Heimir Már. Vefur á vegum YPG sem á ensku sagt standa fyrir People's Protection Units og útleggja mætti á íslensku sem varnarsveitir alþýðu greindi fyrst frá því að Haukur Hilmarsson hefði fallið í átökum í Afrín héraði í Sýrlandi hinn 24. febrúar. Hann sagður hafa verið liðsforingi í útlendingahersveit sem lýtur boðvaldi varnarsveitana sem eru hersveitir Kúrda. Þessar fréttir hafa ekki fengið staðfestar en ég hefur verið upplýst hvar líkamsleifar Hauks væri að finna, reynist það rétt að hann sé látinn. Salah Karim Kúrdi frá Írak sem búið hefur á Íslandi í 20 ár og hefur hann reynt að grennslast fyrir afdrif Hauks. Það gekk ekki svona auðveldlega að hafa samband, þeir vilja ekki gefa strax, en á endanum ég fekk svarið, þá var sagt this is true, dear comrade, og þeir senda link á heimasíðu sem ég get ekki opnað hér á Íslandi, það eitthvað bann. Þá sendi Salah fyrirspurn á mann sem hugsanlega talsmaður YPG sem ekki hafi viljað staðfesta að Haukur sé meðal fallina. En hann vill meina þetta sé mannfall í röð YPG og þessi Íslendingur og Arabar og fleiri eru og þeir á með því miður líkt þeir ekki bara fyrir hendi núna, það veit ekki hvað megin lenda þar sem loftárásir eru bara stanslaus. Eva Hauksdóttir, móðir Hauks, segir á heimasíðu sinni að hún viti ekki meira afdrif sonar síns en fram hafi komið í fjölmiðlum en það líti út fyrir að Haukur sé látinn. Óskar hún eftir því að þeir sem kunni að búa yfir upplýsingum ferðir Hauks undanfarið ár komið þeim upplýsingum til hennar. Haukur var mjög virkur í margs konar mótmælum og áberandi í búsáhaldabyltingunni. Það var hann sem fór upp á þak Alþingis í nóvember 2008 og dró bónusfánan að húnni. Haukur sagður hafa tekið þátt í frelsun hersveita Kúrda og Rakka úr höndum ISIS í fyrra og þótti standa sig það vel að hann fékk liðsforingjateikn. Fréttasíður Kúrda lýsa honum sem hetju og birtu þetta myndband af honum síðdegis í dag. My name is Yahin. I am from Iceland. I am here to stand in solidarity with the revolution of Rojava and to fight alongside my comrades to defend what has already been achieved to further the ideals of confederalism. Salah Karim segir 40.000 Kúrda á líka marga og búa í Kópavogi sitja varnarlausa gagnvart öflugum og fullkomnum hersveitum Tyrkja í Afrín. Þeir eru karlmenn, konur, börn og unga fólki og bara jafnvel sem eru veikir og særðir. Þetta ekki endalaust, þeir geta ekki barist endalaust, þess vegna Afrín þarf aðstoð.